Maximus Thrax fæddist árið 173. Hann var rómverskur keisari frá 235 til 238. Hann eignaðist einn son, Gaius Julius Maximus, með konu sinni Caecilia Paulina. Hann ólst upp í Þrakíu, svæði milli Svartahafs og Egihafs, sem nær yfir hluta af Búlgaríu, Grikklandi og Tyrklandi í dag. Þrátt fyrir að hann hafi verið kallaður Thrax talið vera að hann hafi verið frá Móesíu eða Serbíu eins og það er kallað í dag. Faðir Maximus var endurskoðandi á skrifstofu ríkisstjórans, þannig þetta var ekki fjölskyldutengsl sem kom honum til valda. Maximus var herforingi Legio IV Italica þegar Alexander var myrtur af eigin hermönnum árið 235. Maximus var þá kosinn keisari af pannoníska hernum. Honum var lýst sem manni með ógnvekjandi útlit enda risastór. Hann gat dregið fullhlaðna vagna án hjálpar og mölvað steina með berum höndum. Þessi afrek vöktu athygli á Severus keisara sem fékk svo Maximus til að ganga til liðs með keisaralífverðinn og hóf síðan herferil sinn. Hann náði að lokum að ná yfirstjórn í hinni miklu innrás Rómverja í Persíu árið 232. 3 árum síðar var hann sjálfur kosinn keisari. Hann var fyrsti hermaðurinn til að taka við keisarasætinu. Fyrstu valdaránin sem Maximus þurfti að glíma við voru skipulögð af Gordian I og Gordian II. Hann var talinn vera slæmur keisari. Hann gerði slæma hluti, til dæmis að drepa saklaust fólk, fann upp fölsk afbrot og fordæmdi alla sem komu fyrir rétti. Og villimennska Thrax var orðin mikil að Rómverjar þoldu hana ekki lengur. Rómverjar þoldu þessa hluti ekki lengur og þeir risu upp gegn honum í uppreisn. Fyrsta orrusta hans Thrax var gegn Almönnum. Severanbrúin sem er staðsett í Tyrklandi var byggð á tímunum þegar Septimius Severan var keisarinn á undan Thrax. En Maximus tók líklega part af þessu, þar sem hann var mikilvægur hermaður á þeim tíma. Brúin er 120 metra löng og 7 metra breidd og er næst stærsta núverandi rómverska bogabrúin. Þegar Maximus Thrax varð keisari byrjaði hann á að drepa nánustu ráðgjafa Alexanders. Maximus Thrax var svo myrtur af óánægðum hermönnum frá Legio II Parthika. Pupienus tók við sem keisari. Claudius er fæddur 1. ágúst 10 fyrir Krist og dó 13. október 54 eftir Krist. Hann Claudius fæddist í Lugdunum í Galíu. Í dag er það Lyon í Frakklandi. Faðir Claudiusar heitir Nero Claudius Drusus. Hann Claudius átti 5 börn og það eru þau Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Britannicus, Claudius Octavia, Claudio Antonio, Venissa, Claudia Julia og Tiberius Claudius Drusus. Claudius var 4. keisari af júlísku Claudísku ættinni. Claudius var fyrsti rómverski keisari sem fæddist fyrir utan Ítalíu. Fólk hélt að Claudius myndi ekki verða keisari. Sagt var að hann væri fatlaður og fjölskylda hans væri nálægt því að útiloka hann frá opinberu lífi, en svo gekk hann til embættis ásamt frænda sinum, Caligula árið 37. Sögur segja að þegar Caligula var drepinn hafi einhver meðlimur úr lífvarðasveit hans rekist á Claudius fyrir tilviljun og farið með hann á aðalstað lífvarðasveitarinnar, þar sem hann var hyltur sem keisari. Claudius lét strax hefna fyrir dauðan hans Caligula, þrátt fyrir reynsluleysi í stjórnmálum. Var Claudius góður og hæfur stjórnandi og mikill framkvæmda maður. Á valdistíma hans stækkaði Rómveldi mikið og lögðu Rómverjar undir sig Bretland. Claudius dó árið 54 eftir Krist af valdadreifingum og þó hann hafi ekki alltaf verið vinsæll á meðal samtímamanna sinna, hefur hann oft verið endurskoðaður af síðari sögumönnum sem einn af þeim hæfileikaríkasta og skynsamasta keisar Rómveldis. Hann Claudius var mjög fróðlegur maður. Hann var með léleg hné og gat hann því ekki lyft einhverju þungu og höfuð hans hristist mikið. Hann stamaði óskýrmæltur, hann slefaði þegar hann var með ræður og reiður og æstur. Röddin hans var mjög ólíku öllu fólki. Aftur á móti var hann hávaxinn, stæðilegur og virðulegur. Fornsagnaritara lýsa Claudius sem rausnarlegum manni sem var með lélega brandara og hló óstjórnlega og snæddi hádegismat með lágstéttafólki. Hann var gáfaður maður og vel lesinn og réttlátur stjórnandi.